Dómsmálaráðherra segir að embætti sérstaks saksóknara hafi borið ábyrgð á varðveislu gagna sem þar voru geymd. Maður sem sætti hlerunum og fyrirtækið PPP stal gögnum segir ábyrgðina liggja hjá embættinu. Bandaríkjamaðurinn Robert Prevost var kjörinn páfi í dag og hefur tekið sér nafnið Leo 14. Hann er fyrstur Bandaríkjamanna til að sitja á páfastóli. Habemus Papam. Niðurskurður vofir yfir í kísilverksmiðju PCC á Bakka vegna þungrar stöðu á heimsmarkaði. Formaður stéttarfélags í Norðurþingi segir þurfa samhent átak til að tryggja að ekki komi til hópuppsagna. Í dag eru 80 ár frá lokum seinni heimsstyrjaldar í Evrópu. Á sama tíma eru varnarmál ofarlega á dagskrá og ríki farin að vígbúast. Tímamótanna var víða minnst í dag. Vegur fór í sundur og bændur urðu innlyksa í vatnavöxtum á Norðurlandi síðasta sólarhring. Hröð handtök vegavinnu fólks urðu kindinni eldsnögg og lambi hennar til lífs. Gott kvöld. Maður sem sætti hlerunum embætti sérstaks saksóknara eftir hrun og var í hópi þeirra sem fyrirtækið PPP hafði gögnum, segir ljóst að embættið beri ábyrgð á gagnalekanum. Hann skoðar nú rétt sinn. Þetta eru ólöglegar hlustanir sem að síðan voru geymdar ólöglega á server embættisins og það er dálítið sorglegt að verða vitni að því og síðan fórnarlömb þess. Hver ber ábyrgð? Já, þegar að skip fer niður og sekkur, þá er það vanalega skipstjórinn sem að ber efstu ábyrgð og það lítur að vera Ólafur Hauksson og þeir sem að stýrðu í rauninni þeim hlustunum sem að voru framkvæmdar á þessu árabili þarna eftir hrun. Síðan er þessum gögnum stólið af einhverjum 2 ógæfumönnum síðar þegar að þeir hætta í vinnu hjá sérstakum saksóknara. Það er bara eiginlega annað mál. Hyggstu leita réttaðins á eitthvað hátt? Það er alltaf snemmt að spá fyrir slíkt. Ég þarf auðvitað bara að skoða að hvað miklu leyti þetta brýtur gegn lögum persónuvernd og friðhelgi einkalífs. Þannig að ég mun bara skoða það. Velkomin Anna Lilja. Hefur við heyrt í fleirum sem voru á þessum upptökum? Já, við höfum heyrt í nokkrum þeirra í dag en engi var til í að koma í viðtal af ýmsum ástæðum en við ræddum við Vilhjálm Bjarnason fjárfesti núna skömmu fyrir fréttir en hann var til umfjöllunar í þætti Kveiks í síðustu viku og þar kom fram að það verið njósnað Vilhjálm og að það verið flett honum hefur verið flett upp í Löge sem er gagnagrunnur lögreglu. Nú, nýjustu fréttir og vendingar í máli Vilhjálms eru þær að hann hefur farið fram á það við ríkislögreglustjóra að fá að vita hverjir flett honum upp og í hvaða tilgangi. En þetta mál var kannski eins og við máttum búast fyrirferðarmikið á þingfundi núna í dag. Nú það stóðu þar öll spjót á dómsmálaráðherra og stjórnarandstaðan hún krafðist svara hvernig þið tekið á málinu. Það er mjög brýnt að það liggi fyrir hvenær lögreglan, sérstakur saksóknari, fyrrverandi, héraðssaksóknari núna og ríkissaksóknari fengu vitneskju þetta mál. Ég vissi af þessu máli sama dag og umfjöllun Kveiks var fyrir viku síðan. Veistu hvenær lögreglu var kunnugt málið? Nei, ég hef ekki upplýsingar á það. Ég hef tjáð mig það með hvað hætti ég líta á þetta mál, mjög alvarlegum augum. Það er gott að blessa ráðherra að líta málin alvarlegum augum. Ég held að við gerum það öll eftir þessar umfjallanir en ég held að við viljum líka sjá að eitthvað verið ákveðið, eitthvað verið gert. Já, eins og ég segi, kerfið hefur þá þegar brugðist við málinu. Mér finnst mjög mikilvægt standandi hérna inn á Alþingi að mál sem að varðar grundvallar hagsmuni almennings sem eru traust til kerfisins, réttakerfisins
og starf lögreglu og ákæruvalds, að þetta fari ekki í einhvern farveg þess hvort að hvað stjórnarandstaða segir eða hvað stjórnar meirihluti segir. Heldur einfaldlega að við séum með ís í maga, sýnum ábyrgð okkar í verki, skoðum málið og hvað það leiðir í ljós. Ríkissaksóknari felldi niður rannsókn á málinu fyrir rúmum áratug síðan. Var það rétt ákvörðun? Ég get auðvitað ekki svarað því. En hver ábyrgð fyrrverandi sérstaks saksóknara sem nú gegnir embætti héraðssaksóknara? Bar hann ekki ábyrgð á þessum gögnum? Embætti bar ábyrgð á þessum gögnum og Mörg spjót beinast núna að sértökum saksóknara, Ólafur Þór Hauksson gegndi því embætti á þessum tíma. Hefur hann eitthvað svarað þessu þessa meintu ábyrgð hans í málinu? Hann gaf ekki kost á sjónvarpsviðtali en við ræddum við hann fyrir kvöldfréttir útvarps núna klukkan 18 og þar segir hann að gögnin hafi verið varðveitt hjá embættinu á sama hátt á lögregla varðveitir sín gögn. En hann segir að ábyrgðin liggi fyrst og fremst hjá þeim sem tóku gögnin. Auðvitað skoðum við inn á við þegar að svona mál koma upp. En það reynda þannig að það mjög erfitt að verjast í ef að menn alltaf taka það upp og sér að gera hluti sem að eru ekki réttmætir og brjóta af sér. Þannig að það fyrst og fremst liggur ábyrgðin hjá þeim sem að tók þessi gögn á sín tíma og ég horfi fyrst og fremst til þess. Róbert Francis Prevost var kjörinn páfi í dag og tekur sér nafnið Leó 14. Mikill fögnuður braust út þegar hvíti reykurinn sem gaf til kynna að búið væri að velja páfa leið út úr strompi á Sixtínsku kapellunni laust eftir klukkan 4 að íslenskum tíma. Þetta var 4. atkvæðagreiðslan frá því að kjörið hófst í gær en páfi þarf að fá 2/3 atkvæða kardínálana. Prevost fyrsti Bandaríkjamaðurinn sem gegnir embætti páfa. Habemus papam. Il mondo ha bisogno della sua luce. L'umanità necessita di lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Hallgrímur, við vorum inn í gærkvöldi að spá í spilin þegar páfakjöri var að hefjast. Þetta tók nú ekki mjög langan tíma hjá þeim. Hvað vitum við þennan nýja páfa? Hann 69 ára, hann fæddur í Chicago en þjónaði meðal annars í Perú í alls 25 ár, reyndar á 2 tímabilum. Hann svona frekar í frjálslyndari kantinum eins og Frans, vann býsna náið með honum en hefur reyndar að sama skapi verið svona leiðaðins undir gagnrýni af íhaldssamari öflum. En eins og Frans þá hefur hann líka talað máli fátækra og þeirra sem minna mega sín og líka barist gegn hvers konar mismunum, þannig að hann að mörgu leyti ekkert ólíkur Frans páfi. Og þeir voru nokkrir sem komu til greina, en kom þetta val á óvart? Svona já og nei, hann var vissulega einn af þeim sem hafði verið nefndur reglulega sem páfi og ekki síst vegna þess hversu náið hann vann með Frans. En hann var kannski ekkit endilega efstur á blaði og það var vitað að sko hann ætti ekkit sérstaklega upp á pallborðið hjá þeim allra íhaldssömustu og það voru svona farnar að koma einhverjar svona tilgátur svona síðustu dagana fyrir kjörið að Prevost sem náttúrulega heitir núna Leó 14. Að hann gæti verið kannski málamiðlun fyrir þá íhaldsamari sem vildu kannski ekki fá einhverja af þeim svona allra frjálslindustu á páfastól. Einmitt. Og nú liggur valið fyrir og hver svo næstu skref? Sko helsta áskorun nýs páfa að kannski reyna að halda samstöðu innan kirkjunar. Það togstreita milli þessara íhaldsamari og frjálslindari afla. Það þarf einhvern veginn að svona halda þessum hópum saman og kirkjan á eftir að gera líka fjölmörg mál tengdum kynferðisbrotum presta, svo bætist við staðan í heiminum, aukin stríðsátök í heiminum og páfan með ætla svona að beita sér gegn þeim, þannig að
Nýr pái þarf að halda býsna mörgum boltum á lofti og það á eftir að verða töluverð áskorun. Einmitt. Kærar þakkir fyrir þetta, Hallgrímur. Og við snúum okkur að öðru. Rekstur kísilverksmiðju PCC á Bakka hefur verið erfiður og 10 manns verið sagt upp á árinu. Formaður Framsýnar stéttarfélag segir ráðamenn þurfa að tryggja framtíð fyrirtækisins. Þetta stórmál. Það ekki boði að gera ekki neitt. Rekstur kísilverksmiðjunar á Bakka nærri Húsavík hefur verið þungur undanfarin ár, að sögn forstjóra þó aldrei verri en nú, vegna erfiðra aðstæðna á heimsmarkaði sem ekki sér fyrir endan á. Eðlilega hefur heimafólk áhyggjur af því hvað það þýðir eða þarf að skera enn frekar niður hjá þessum stærsta vinnuveitanda sveitarfélagsins að frátöldu Norðurþingi sjálfu. Þar unnu 150 manns fyrir áramót en nú 120, flestir í stéttarfélaginu Framsýn. Það ekki búið að fara í hópuppsagnir og verður vonandi ekki, en það margt sem bendir til þess að við séum að horfa á þann raunveruleika gerast í mánuðinum. Ráðamenn PCC segjast leita allra leiða til að komast hjá því. Óvissan skelfileg og það svona svipa og var bara gerist í COVID, þá lokaði verksmiðjan í nokkra mánuði vegna erfiðleika út af COVID og það sem maður að sjá fram á núna eitthvað sambarlegt ástand. Aðalsteinn telur eina borðleggjandi lausn vera að hætta að flytja kísilmálm til landsins frá Kína til vinnslu í íslenskum álverum. Og ég veit til þess að það búið að leggja inn kæru til stjórnvalda með þetta skuli viðgangast á sama tíma að vera framleiða kísilmálm á Húsavík. Og ég treysti því að stjórnvöld grípi til aðgerða strax og taki þetta erindi fyrir strax því að þetta geti hjálpa mikið að þessi starfsemi hér tryggð til næstu ára og áratuga. Í dag eru 80 ár frá því að fjölmiðlar allan heim sögðu sömu stórfréttina. Í útvarpsfréttum RÚV hljómaði hún svona. Í Evrópu. Þetta hefur forsætisráðherra Breta nú tilkynnt í London og samtímis þetta birt í Washington og Moskvu. Friði lýst yfir Norðurálfu. En í dag ekki friður gjörvalla Evrópu. Mörgum þeirra sem lifðu síðar í heimsstyrjöldina lýst ekki á þróun mála. Það sló þögn á Bretland í 2 mínútur hádegisbil. Þar hefur tímamótana verið minnst alla vikuna og reyndar víðar í álfunni. Enda 8. maí 1945 dagurinn þar sem nærri 6 ára blóðugri styrjöld lauk í Evrópu. Þó enn væru 3 mánuðir í að Japanir gefust upp. Stond ik met een pannetje water en dan gooide ik dat water eruit en dan schepte ik hem gauw vol met melkpoeier en dan zei hij teruggooien. Bautenhaus lifði af hungurveturinn mikla í Hollandi. Styrjöldin kostaði 20 milljóna lífið og ótal mörg máttu þola ólýsanlegar hörmungar og grimmd. Ester Senot komst lifandi frá Auschwitz, stærstu útrýmingabúðum nasista. Et là, évidemment, je suis revenu, je pesais 32 kilos. Les cheveux rasés, alors 1 an après la libération, on ne rencontrait pas des femmes comme ça. Et je reverrai toujours la tête d'un monsieur qui me regarde et me dit « Vous êtes revenus si peu nombreux, qu'est-ce que vous avez fait vous pour revenir et pas les autres ?» On est revenus, je vous dis, dans l'indifférence totale. Et pratiquement culpabilisés d'être revenus. C'est parce qu'un homme haïssait les Juifs. Donc, attention, la haine, pour moi, c'est dangereux. Dès qu'on dit celui-là il est comme ci, celui-là il est comme ça prouve déjà qu'on fait une différence. Alors qu'en réalité, on est, que ça soit juif, musulman, chrétien, noir, on est des êtres humains. On oublie très vite et on ferait bien de revenir un petit peu au cours d'histoire dans les écoles et c'est par les cours leur expliquer ce que c'est. Parce que l'extrême droite, on ferait bien y faire attention. And I'm greatly concerned with what's happening in our country. It's going to be a real disaster and it's going to take eons to get ever straightened out if we ever do. Velkomin Guðmundur Halldórsson, prófessor í sakfræði. Þarna sáum við fólk sem lifði í heimsstyrjöldina lýsa yfir áhyggjum af nútímanum. Sér þú líkindi með þróun mála nú og tímum seinna stríðs? Já, það eru engin 2 tímabil sögunar eins, en það eru blikur á lofti núna, við vitum það. Það eru stríð í Úkraínu, við lítum bara til Evrópu. Það eru öfgastefnur sem hafa náð fótfestu sem
þar sem að menn eru svona vilja kannski gera upp fornar syndir og síðan eru Bandaríkin að vissulega að draga sig út úr svona málefnum Evrópu. NATO og framtíð NATO svona ekki alveg ljós. Þannig að það getur ýmislegt gerst og við þurfum að vera á varðbergi. Einmitt. En eftir því sem við komumst næst, þá var þessara tímamóta ekkert minnst svona með formulegum hætti hér á landi. Af hverju það? Þetta góð spurning en það eins og síðar heimsstyrjöldin aldrei almennilega komist inn í Íslandssöguna og það kannski mjög skrítið vegna þess að það ekki tímabil Íslandssögunar sem hefur jafn viðburðaríkt og Ísland hefur breyst jafn hratt og mikið og eiginlega kastað inn í nútíman á þessum 5 árum. En þetta svona sumleyti passar ekki inn í Íslandssöguna eins og við höfum skilið hana. Við höfum skilið Íslandssöguna þannig að við höfum svo sem rifið okkur upp á hárinu þannig að með frelsinu hafi komið framfarir og það við fylgst þannig að. En þannig að stríðsárunum erum við algjörlega undir hæl Breta og Bandaríkjamanna. Við erum aldrei eins ófrjáls eins og þá. En þetta samt sem á rétt mest að framfarast í Íslandssögunar. Þannig að við munum 17. júní 1944, það svona okkar minningardagur en 8. maí, það svona síður. Já, einmitt. Kæra þakki fyrir þetta, Guðmundur Hálfdanarson. Takk. Við snúum okkur á öðrum fréttum. Skipulagsfulltrúinn í Reykjavík segir skiljanlegt að íbúar verði ósáttir þegar byggt þétt í nágrenni við þá. Hann segir ferli við byggingu nýs hverfis í Gufunesi ekki hafa verið óeðlilegt eins og borgarfulltrúi minnihlutans telur. Íbúar í nýja hverfinu í Gufunesi eru ósáttir við hversu þétt byggt þar. 10 metrar skilja að fjölbýlishús og íbúi segir að búið sé að taka frá þeim nær allt sólarljós. Já, það skiljanlegt að íbúar verði ósáttir þegar kemur bygging ofan í þá og það kannski rétt að taka fram að þetta fyrirkomulag á þessari byggð búið að vera til staðar í nokkur ára, allt frá 2019 þegar upprunalega skipulag unnið. Á þeim tíma hafi verið gert ráð fyrir hagkvæmum og ódýrum íbúðum fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Þétt uppbygging á þessu svæði hafi verið pólitísk ákvörðun. Þetta ansi þétt. Jú, það alveg rétt metið. En eins og ég sagði áðan og í viðtalinu að það var svona meðvitað ákvörðun að taka nýta þetta landi sem vel og við getum, byggja þétt, hagkvæmar íbúðir á báðum þessum reitum. En á móti þá stærri opin svæði sem að íbúar geti nýtt sér til útvistar afþreyingar í grenndinni. Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi minnihlutans sem situr í skipulagsráði sagði ferilinn í málinu hafa verið óeðlilegan. Embættismaður hafi hleypt því í gegn eftir samráðsferli án aðkomu kjörinna fulltrúa. Björn ósammála. Þetta hefur verið bara mjög eðlilegt ferli í öllu þessu skipulagi. Þetta kynnt, þetta auglýst, íbúum hafa mikið færi að koma athugasemdir. Það kom oft margar athugasemdir, þá þurfum við að bregðast við, svara þeim, öll þessi svör síðan lögð fyrir einhversu skipulagsráð, en ef það koma engar athugasemdir, þá þetta bara afgreitt. Oddvitar meirihlutans gáfu ekki kost á viðtali í dag. Miklir vatnavextir voru á Norðurlandi í gær og í nótt. Í Bárðardal fór vegur í sundur í mestu vatnavöxtum í Skjálfandafljóti í 20 ár. Vatnavextir settu strik í reikning bænda á Norðurlandi í morgun. Bændur í Skagafirði urðu innlyksa við hús sín eftir að Héraðsvötn og Húseyjarkvísl flæddu yfir bakka sína. Við Aldeyjarfossi í Bárðardal meðalrennsli úr Skjálfandafljóti 50 rúmmetrar á sekundu, en seint í gærkvöld fóru þeir mest í 820 rúmmetra. Það var akkurat hérna í innarlegi Bárðardalnum þar sem að vegurinn fór í sundur í miklum vatnavöxtum í gærkvöldi. Og til marks það svona hvernig hlutirnir eiga að vera að þá á hérna megin við okkur ekki að vera neitt vatn og svo hérna hinum megin á það að vera töluvert fjær veginum heldur en það núna. Viðgerðir á veginum hófust strax 9 í morgun og skömmu síðar var hann opnaður á ný. Nei, það ekki klappað og klárt, það bara búið að gera svona bráðabirgða viðgerð svo sé hægt að keyra. En nú förum við að bara keyra í hann efni. Snögg viðgerðin kom sér ákaflega vel fyrir bóndan í Svartárkoti, innsta bænum í dalnum, en hann þurfti að komast leiðar sinnar í morgun með kind á leið í Keisaraskurð. Það var nú bara þannig að lambi var of stórt og hún náði ekki að bera því sjálf. Svo að við keyrðum henni til Akureyrar í Keisaraskurð. Getur verið erfitt fyrir hana að liggja svona í bílnum? Nei, það fór nú mjög vel hann í bílnum. Það var með gott teppi undir sér og hafði það gott þar. Komum við að spöna, held ég. Það allt eins og það á að vera? Já,
þetta gengur bara ljómandi vel. Já, Kristín Hermannsdóttir, það var hlýtt fyrir norðan í gær en nú hafa verið gefnir út gular viðvaranir. Hvar verða þær í gildi? Já, það áfram sunnan- og suðvestanátt og skúrir víða sunnan- og vestanvert landið en í kvöld og nótt kólnar verulega þannig að viðvaranir hafa verið gefnar út frá miðnætti á vestanverðu landinu og norðvestan til og þetta fyrst og fremst út af slyddu og snjóéljum til fjalla þannig að færð gæti orðið erfið á fjallvegum í nótt og fyrramálið og fram eftir degi og morgun. En spurningi sem fleiri vilja kannski fá svarið við hvenær hlýnar á ný? Það dregur úr veðrinu strax á laugardag og sunnudag, fer hægt og rólega að hlýna en svo hlýnar tiltölulega mikið og eftir helgi. Ég mitt gott í vændum. Þú fer nánari við þetta að loknum fréttum. Takk Kristín. En íslenski skálinn á arkitektúr Tvíæringnum í Feneyjum opnaði í dag. Fjöldi gesta lagði leið sína þangað en sýningin ber heitið Lava Forming. Þar sýnir fulltrúi Íslands, Arnhildur Pálmadóttir, hugmyndir sínar framtíðarborgina Eldborg sem kjarnar rannsóknir hennar á hrauni sem byggingarefni. Andri Snær Magnason rithöfundur semur söguheim sýningarinnar. Þetta í fyrsta sinn sem Ísland á fulltrúa á Tvíæringnum í arkitektúr og íslenski skálinn hefur strax vakið athygli alþjóðlegra miðla. Til að mynda útnefndi Financial Times hann einn af 5 áhugaverðustu skálum hátíðarinnar í ár. Og Guðrún Sóley Gestsdóttir í Feneyjum á arkitekta Tvíæringnum. Já, Guðrún Sóley, þetta stór dagur fyrir Íslendinga, ekki satt? Jú, svo sannarlega. Þetta risastór dagur fyrir Íslendinga og ekki síður stór dagur fyrir heimamenn hér á Ítalíu því að síðdegis kom í ljós að nýr páfi hefur verið kjörinn og þótt að Feneyjar séu kannski ekki beint steinsnar frá Vatíkaninu þá fann maður enga síður merkjanlega fyrir því að Ítalir fögnuðu þessu ákaft hér á síðustu 2 klukkustundum eða svo. Þannig að það var fagnað víða hér í Feneyjum í dag en mest fagnaði þau auðvitað Arnhildur Pálmadóttir arkitekt sem okkar fulltrúi í ár. Hún hér stödd með mér. Arnhildur, hvernig var opnunardagurinn? Já, þetta svona spennufall svolítið fyrir mig af því að þetta náttúrulega búin að vera svona svolítið undirbúningur núna síðustu 2-3 vikur og þar áður náttúrulega bara hálft ár sem við erum búin að vera að vinna í þessu verkefni. Þetta var æðislegu dagur, mjög mikið af Íslendingum sem komu að fagna með okkur og svo náttúrulega þetta bara svona stóra sviðið og maður horfir á svona ædolinn sín labba framhjá og alveg, já, bara æðislegu dagur. Logi Einarsson, hvaða þýðingu hefur það fyrir Íslendinga að taka þátt í arkitekta Tvíæringnum í fyrsta sinn? Ja, í fyrsta lagi hefur þetta verkefni hljótið gríðarlega athygli og beinir sjónum að Íslandi sem ánægjulegt. Ég held að þetta geti líka aukið umræðuna byggingarlist og arkitektur á Íslandi meðal arkitekta, meðal almennings líka. Það var einhver rúmframleiðandi sem auglýsti það að maður ætti ekki að spara þegar maður komið sér rúma þegar maður notaði 8 klukkutíma á dag. Við erum í byggingum og í þéttbýli allan sólarhringinn og við getum ekki sparað þar heldur. Þarna heyri ég aðeins í arkitektnum sem lúrir innra með þér. Snertir þetta arkitekta hjarta þitt að koma hingað svo Íslendinga eiga sinn fulltrúa? Já, ég samgleðst Arnhildi innilega og hennar liði. Þetta er mjög flott verkefni og það hefur bara mjög mikla þýðingu inn í samfélagsumræðunni í dag. Dásamlegt. Kærar þakkir ofta til hamingju. Takk fyrir. Við kveðum þá hérna frá Feneyjum. Takk fyrir þetta, Guðrún Sóley. Baldvin, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósinu í kvöld? Við ætlum að halda aðeins áfram þessari umfjöllun gagnastöldin sem var nú í fréttum áðan. Við fáum til okkar þingmennina Sigmund Erni Rúnarsson og Bryndísi Haraldsdóttur. Þau sitja bæði í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og líklegt að málið komi inn á borð hjá henni og ætlum svona aðeins að fara yfir ýmsa anga þess. Svo ætlum að breyta dálítið hressulegum gír. Ég hitti nefnilega bræðurna í Vibe sem eru komin til Basel til að keppa fyrir okkur í Eurovision. Ég get eiginlega lofa því að þeir slá orðafjölda á mínútu í þessu viðtali en ég seldur, ég er komin á bátinn, ég er farin að róa með þeim. Farin að róa. Fylgist með því í Kastljósi eftir. Takk Baldvin. Og þá skulum við líta á það sem hæst ber í íþróttafréttum kvöldsins. Valskonur gera sig nú klárar fyrir fyrri úrslitaleikin í Evrópubikarnum í handbolta sem á Spáni á laugardag. Við erum komnar svona langt af því að við erum ógeðslega góðar, þannig að og við hefum bara byllandi trú á þessu. Einum leik dagsins af 3 í bestu deild kvenna í fótbolta lokið. Breiðablik sótti Tindastól heim. Og við heyrum í Glódísi Perlu Viggósdóttur sem var 2-faldur meistari í Þýskalandi á dögunum. Þetta búið að vera ótrúlega gaman og við erum búin að fagna sér vel. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Dómsmálaráðherra segir að embætti sérstaks saksóknara hafi borið ábyrgð á varðveislu gagna sem þar voru geymt. Maður sem sætti hlerunum og fyrirtækið PPP stal gögnum skoðar rétt sinn.
Robert Prevost var kjörinn páfi í dag og hefur tekið sér nafnið Leo 14. Hann fyrstur Bandaríkjamanna til að sitja á páfastóli. Í dag eru 80 ár frá lokum seinni heimsstyrjaldar í Evrópu. Á sama tíma eru varnarmál ofarlega á dagskrá og ríki farin að vígbúast. Tímamótanna var víða minnst í dag. Vegur fór í sundur og bændur urðu innlyksa í vatnavöxtum á Norðurlandi. Hröð handtök vegavinnufólks urðu kindinni eldsnögg og lambi hennar til lífs. Þessum fréttatíma lokið, næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Sjáumst þá, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Fílalag. Snorri Helgason og Bergur Ebbi fjalla íslensk dægurlög og setja í samhengi við tísku og tíðaranda. Ítalskar héraðskrásir. Kokkurinn Misha Katona kynnist matreiðslu í ýmsum héruðum Ítalíu. Sæluríki. Samfélagið í stað